Ungmenni í Reykjanesbæ hafa staðið að mörgum áhugaverðum verkefnum í sameiningu. Á þjóðhátíðardaginn 17. júní var meðal annars vígður nýr körfuboltavöllur við 88 húsið, svokallaður Öllavöllur. Hvernig fengu þið þá hugmynd að setja völl tilengaðan Ölla? Á fyrsta fundinum hjá unglingaráði þá vorum við bara að pæla hvað við getum gert út árið og við fengum Ólafur Bergur hjálpa okkur að finna þá hugmynd að hvernig við getum lífgað upp á völlin, upp á ungmennagarðinn og þá fengum við þessa hugmynd að setja körfuboltavöll. Það var bara svolítið, og við fórum bara alla leið með það. Hvers vegna finnst ykkur mikilvægt að heiðra minningu hans? Okkur finnst mjög mikilvægt að heiðra hans minningu vegna þess að hann var mikil fyrirmynd fyrir krakka í bænum og það ennþá. Það ennþá mjög margir krakkar sem horfa upp til hans. Og svo finnst okkur minningasögur Ölla líka bara mjög góður málstæður að styrkja börn sem eru kannski hafa ekki efni á að stunda íþróttir eða eitthvað svoleiðis. Hvað þið búin að vinna lengi í þessu verkefni? Við byrjum að vinna í því í september, þá ákváðum við að gera þetta og var hann bara að koma upp núna, þannig að þetta er búið að vera svona 9 mánaða ferli og settum við hann upp sjálf. Hvernig líður ykkur með það að þetta sé bara orðið að veruleika? Það er smá svona súrrealíst, þetta tók svo rosalega langan tíma að maður var farin að vera bara svona eins og þetta væri bara eitthvað draumur að þetta myndi komast upp. Þannig að þetta er geggjað. Og svo er bara meira í framhaldinu sem mun koma, sem verður spennandi. Stúka. Og ljós og alls konar. Það byggt yfir og koma hátalarar og þetta verður svaka flott. Þetta er geggjað. Hvernig fjármögnuðu þið þetta stóra verkefni? Já, við í unglingaráðinu, við héldum til dæmis happdrætti nú í vor og fjármögnuðum fengum mikið úr því. Svo styrkti ungmennaráð okkur alveg heila 1 milljón. Svo vorum við bara með fullt af frábæru styrktaraðilum eins og Lions og bara fullt sem að hjálpa okkur verulega mikið. Nú þegar völlurinn er komin upp, eru þið búin að plana ykkur viðburði á vellinum? Já, við ætlum að halda risa streetballmót og mögulega daginn fá helstu körfuboltamenn og konur hérna í Reykjanesbæ að gera eitthvað skemmtilegt. Já, bæjarbúar munu vissulega njóta góðs af allir þeirri vinnu sem þessi flottu ungmenni hafa lagt á sig. En hvað finnst forstöðumanni Fjörheima þetta framtak? Það er náttúrulega bara frábært að fá að styðja þau og fylgjast með þeim í þessu. Sko, unglingaráðið hefur svona gegnum árin verið að styrkjast og það er bara mjög mikið af flottu ungu fólki sem að setja markið hátt og við tökum því mjög fagnandi og þau þeim fannst svona að ungmennagarðurinn geti verið betri og boðið upp á meira og þá er það sem við leggjum upp við að kenna þeim að berjast fyrir því sem þau vilja og þessi glæsilegu völlur er afraksturinn af því, vinnunni í vetur. Unglingaráð Fjörheima og ungmennaráð Reykjanesbæjar voru að vinna hörðum höndum að þessu saman. Er þetta í fyrsta skipti sem að ráðin vinna svona saman og er það kannski eitthvað sem er komið til að vera? Já, kannski ágætt að svona útskýra aðeins fyrir þeim sem er að horfa. Unglingaráðið í Fjörheimum er sem sagt ráðið í félagsmiðstöðinni sem tekur virkan þátt í að skipuleggja dagskrána í félagsmiðstöðinni og hefur svona mikið vægi í því hvernig við vinnum með ungmennunum. Og svo er ungmennaráð Reykjanesbæjar sem er í rauninni ráðið innan Reykjanesbæjar sem er þar til stjórnsýslunni innan handar og er svona rödd unga fólksins fyrir stjórnsýsla. Og vissulega mikið, hvað maður að segja, samstarf þarna á milli og sömu ungmenni sem eru með þessi báðum ráðum, þannig að þau vinna mikið saman og munu örugglega að gera það áfram, já. Hvaða starf er í gangi hérna í Fjörheimum í sumar? Í sumar hjá okkur erum við með sumarstarf í Fjörheimum. Við byrjum á því í fyrra sem við fengum myndarlegan styrk frá ríkinu til þess að vera með sumarstarf hjá okkur sem gekk rosalega vel. Þar vorum við með listasmiðju og viðburðasmiðju og svo núna í ár ætlum við að vera með listastarfið okkar áfram, listasmiðjan heldur áfram og tekur þessi svona verkefni að fegra nærumhverfið hér og verða líka með að sjá listanámskeið fyrir yngri börn. Þetta er samstarfsverkefni með vinnuskólanum, þannig að þau ungmenni sem eru skráð í vinnuskólan sem geta sótt að vera að starfa í félagsmiðstöðinni og svo erum við líka með ungmennaráðið í sumarstarfi hjá okkur
og þau verða að vinna svona skemmtilega verkefni, meðal annars verða með fræðsludag fyrir alla sem eru í vinnuskólanum og munu líka standa því að gera myndbönd og svona fræðslumyndbönd málefni ungs fólks sem að ungmenni bæjarins geta beðið spennt eftir að sjá.